Hæ, ég ætla að fara yfir ítalska leikinn þegar hvítur leikur biskupnum á C4 og riddaranum á C3. Skoðum fyrstu leikina. E fyrir E5, biskup C4, riddari C6, riddari C3, riddari F6 og riddari F3. Þessi staða getur líka komið upp eftir aðra leikjaraði, til dæmis eins og ef hvítur byrjar á að leika riddari F2 í öðrum leik, en þetta er staðan sem umræði sem við ætlum að skoða núna. Í þessari stöðu er hvítur búinn að koma riddaranum út, virkja biskupinn á þessari skálinu og það lítur út fyrir að það sé ekkert rangt við hvítu stöðuna. Hins vegar að svartur er sniðugan leik sem einfaldar svolítið stöðuna varðandi miðborðið. Út af þessar stöðu á þessum riddara hér og biskup og að því hvítur er ekki búinn að ná að leika D3 getur svartur drepið á E4. Þetta er ekki mannsfórn vegna þess að ef hvítur drepur strax tilbaka getum við leikið D5 og vinnum einfaldlega manninn tilbaka. Ef til dæmis hvítur drepur á D5 drepum við einfaldlega með drottningu og ef hvítur bakkar getum við bara bakka með drottninguna til dæmis á D8 og þessi staða er bara rosalega fín fyrir svart. Svartur er með meira að taka á miðborðinu og getur einfaldlega haldið áfram með að leika biskup D6, hrókering, F5 og eins og ég segi, hann er bara með betra að taka á miðborðinu og biskupapari, þannig að þetta er staða sem ég myndi frekar vilja vera með svart í. Hvítur getur einnig í þessar stöðu leikið biskup B5 en þá megum við einfaldlega bara drepa hér og í þessar stöðu getum við leikið drottning G5 sem er rosalega sniður leikur vegna þess að við hótum hérna peðinu á G2 og líka riddaranum og í gegnum á biskupinn á B5. Þannig að ef hvítur til dæmis leikur bara D4 megum við drepa á G2. Ef hann drepur á C6 drepum við tilbaka og það er alltaf onni á G2 líka. Þannig að þetta er ekki staða sem hvítur vill helst hefla. Þannig að eiginlega eini almenni leikurinn fyrir hvítan í þessar stöðu hér er að bakka með biskupinn á D3 og núna er einfaldlega það svarið fyrir svartan að drepa á E4, biskup drepur og biskup D6 og núna ætlar svartur einfaldlega bara að hrókera og við sjáum núna hvítur hrókerar, svartur hrókerar og til dæmis hrókur E1, hvítur getur líka byrjað á að leika D3. Við þurfum ekki að hafa neinar áhyggjur af þess að hvítur drepi hér á C6 vegna þess að þá náum við bara að leika F5 og E4 og náum sterku taki á miðborðinu og líka biskupinni verða betri í þessar stöðu heldur en þessi riddari og biskup. Ef hvítur til dæmis leikur núna í þessar stöðu D4 þá einfaldlega tapar hann bara peði vegna þess að við megum bara drepa tvisvar og núna er þetta peði eitra á D4 vegna þess að það kemur fráleikur hér á H2 og drottningin fellur. Þannig að eins og segja, ef hvítur leikur einhverju eins og hrókur E1, leikum við bara hrókur E8 og þessi staða er bara jöfn. Og þetta er bara mjög fín staða fyrir svartan eftir byrjunina. En bökkum aðeins, það er einn annar valmöguleiki sem er kannski ástæðan fyrir því að svartur vill stundum ekki fara út í þessa línu. Ef við bökkum aftur í þessa stöðu hér, áður en hvítur drepur tilbaka, að við sjáum hér að hvítur á einn millileik. Þessi millileikur er að drepa hér á F7. Og það sem hann gerir er að núna getur svartur ekki hrókerað. Og eins og ég segi, það er búið jafnt á peðum, en svartur getur ekki lengur hrókerað. Ef, eins og ég segi, svartur að sjá þetta í fyrstu sinn, gæti hann haldið þetta væri ekkert sérstaklega góð staða fyrir sig. Vegna eins og ég segi, getur ekki hrókerað, hann á eftir að koma út mönnunum, en svartur er með samt eitt tromp á hendi og það er einfaldlega miðborðið sem hvítur er búinn að gefa eftir. Riddarnir hér valda hvorugir D5-riddin, þannig að svartur einfaldlega leikur D5 og ef hvítur byrjar núna að bakka með riddarna getur svartur fara að reka þá tilbaka og leikið til dæmis H5 hér, biskup C5 er líka mjög einfaldur leikur. Þessi stað er bara mjög fín fyrir svart. Hann er, eins og segi, bara með miklu betra að taka á miðborðinu, hann kemur mönnunum út og það er ekkert rangt úr svörstu stöðuna.
Ef hvítur hins vegar leikur riddari hér, þá getum við einfaldlega bara bakkað hérna á G8. Og næsti leikur hjá okkur er H6, við leikum biskup G4, förum út með biskupinn, drottning F6, hrókur F8 og við bara klárum liðskipunina og við erum bara með mjög góða stöðu. Kannski eitt í lokin varðandi þessa stöðu að ef hvítur ákveður að skáka með hinum riddarann og ef við bökkum hér þá þurfum við að vakandi yfir þessum hérna leik. Því málið er að þetta er þekkt gildra að ef svartur drepur á E4 kemur drottning B3 og það er bara mát í þessari stöðu hér. Þannig að svartur þarf að þekkja þessa línu og leika, hann getur einfaldlega leikið örugglega eitthvað eins og drottning D7 og þá er engar hótanir í stöðunni eftir. Þannig að svartur þarf ekki að hafa neinar áhyggjur. Næst getur hann síðan leikið bara H6. Þannig að þetta er svona smá samantekt þessa línu þegar hvítur leikur biskup C4 og riddarann C3. Þessi riddari drepur E4 leikur er klárlega svarið og eins og ég segi, svartur fær mjög fína stöðu ef hann þekkir nokkurn veginn þessa línu sem ég er búin að vera að fara yfir í þessu myndbandi.